Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn og það meira leikhús eða uppistand öllu heldur. Til mín komin Anna Þóra og hún í uppistandshópnum Gaman saman. Nei, bara góðar. Bara góðar? Bara góðar, sko. Segðu mér aðeins, þetta hópur kvenna sem tók sér saman. Já, við erum 5 og höfum allar verið á uppistandsnámskeiði hjá Þorsteini Guðmundssyni. Já. Og 2 þeirra hittust bara á röltunni í Vesturbænum. Og Kristín og Hildur og þeim langaði að gera eitthvað meira og hringdi Þorstein og spurði hvað þetta að gera og hann benti á mig og Karen og við hittust á kaffihúsi og vorum sammála að taka Maríu með okkur og úr var þessi grúpa. Já. Höfðu þið hist á námskeiðin allar eða voruð það mismunandi námskeið? Nei, við vorum allar á mismunandi, ég og Karen, já. Hann kom okkur saman, já. Og hvað gerðu þið, hvernig býr maður til svona, hvað gerðu þið næst? Þið ákváðu þetta þarna, kaffihúsinu, og hvað var næsta skref? Það var bara hver og einn samdi sitt prógram og svo fórum við bara að kasta boltanum svona á milli okkar og ákváðum að leigja Þjóðleikhúskjallarann. Já. Bara demba okkur í djúpulaugina. Flott hjá okkur. Og svo bara fórum við til ljósmyndara og létum gera flott plakkat og svo kýldum við bara á þetta. Og hvenær var þetta? Við vorum með fyrstu sýninguna 20. janúar. Þetta bara rétt komið í gang. Já. Og það var fyrsta sýningin og síðan voru það bara fleiri og fleiri? Já, við erum búin að fylla húsið núna 6 sinnum. Já, hérna hér. Næsta sýning á sunnudaginn í Þjóðleikhúskjallaranum. Já, þegar þessi þáttur fyrir lofti þá eru þið búin að sýna hér á Græna hettinum, ekki satt? Jú. Og það lítur vel út miðasalan hér, þannig að það verður sennilega fullt líka. En gaman, og hvað eru þið að tala? Það mjög misjöfnar áherslur hjá okkur? Við erum allar að tala svona eitthvað úr lífi okkar sjálfra. Við erum ekki að gera grín beint á öðrum, en svona úr okkar lífi. Já. Og við erum ekkert vola grófar, við lefum bara öðrum að sjá það. En ég myndi segja að þetta ofboðslega skemmtilegt sjó. Já. Eru þið svona ólíkar innbyrðis? Eru þið mjög ólíkar konur? Já, við erum mjög ólíkar. Já. Yngsta 25 ára og elsta 83. Já. Svo erum við 3 ára á milli. Já. Þannig að við erum, við gerum pínu grín á börnunum okkar og foreldrum og svona. Við erum mjög ólíkar. Já. Þetta náttúrulega yfirleitt, fólk verður að tala það sem aðrir tengja við og þá þetta náttúrulega mjög nærtækt dæmi, bara eitthvað úr lífi manns. En þetta svona reynsla sem einstök fyrir hverju eina eða þetta eitthvað sem kannski, hvað ég segja, þetta svona almennt eitthvað sem bonda allir við þetta. Bonda allir við þetta. Það þekki allir, ég verið þarna. Já. Og misjafn svona salurinn, finnst ykkur? Þið farin að skynja mismunandi svona stemmingu í salunum? Já, en við höfum verið rosalega heppnar. Fólk hefur skemmt sér mjög vel og það bara þannig þegar fólk ákveður að kaupa sig inn á uppstand, þá það komið til að hlæja. Það ekki, það bara búið að opna fyrir eitthvað? Já. Og tekur á móti því? Koma allir bara til okkar og bara guð hvað það var frábært kvöld og gott að hlæja og það bara gott að gera grína sjálfum sér og hlæja. Og það mjög gott að það sé líka kvennahópur í uppistandi. Það alveg, þetta hefur verið svolítið svona kalla sena, ein og ein kannski, en þannig þetta bara komnar alveg, 5 saman? 5 saman. Já. Og þetta bara byrjunin, þið eru ekkert að baki dotnar? Nei, alls ekki. Og svo erum við að vera með uppstand svona ein og ein af okkur, þú veist, við erum kallað til í ásatöður og ammali og svona, þannig að það búið að vera fínt að gera okkur öllum bara. Ég fyrir til dæmis á laugardagskvöldi og skemmti skipsáhöfn hérna fyrir norðan. Já, frábært, sem þá að halda sín ásatíð eða eitthvað svoleiðis. Já, þannig að þetta allt í einu bara orðin svona hliðar eða aðalstarf kannski? Nei, ekki aðalstarf. Við erum nú allar í vinnu nema María. Hún hún komin á eftirlaun. En hún ekkert sest í helgar, hún að leika út allt, hún í bíómyndum og sjónvarpi. Hún rosalega hress og skemmtileg. Þetta bara í hug held ég svona upp úr 60, jafnvel. Já, þá bara skellt hún sér í leiklist og svo erum búin að fara fullt af námskeiðum og búktali og magadans og ég veit ekki hverju. Nýtir hún þetta eitthvað í sitt uppistand? Já, hún gerir það. Heyrðu, aldeilis frábært að fá þig, Anna Þóra. Gangi ykkur vel í bara gaman.
Bara gaman. Bara góðar. Ég verð að fara að læra þetta. Já, það er bara gaman, en við erum bara góðar. Við erum bara góðar. Gangi ykkur svaklega vel og ég hlakka til að fylgjast með ykkur í framtíðinni. Já, takk fyrir að bjóða mér.